var alveg samningslaus eftir kannski erfitt tímabil með Düsseldorf. Hvernig, byrjum á því, hvernig kom hann bara til að hafa sért samningslaus? Það var bara þannig að við féllum og það var bara þannig í samningnum að hann dettur út og ég er basically samningslaus. Þannig að það er skellur, en svona er þetta. Hvernig hver eru næstu skref? Hvað, ertu byrjaðar að auglýsa þig og hlera eitthvað lið? Eða lið byrjað að hlera þig? Já, það er alveg eitthvað, þú veist, eitthvað áhugi og eitthvað svona, en þetta er náttúrulega bara nýlega gert, þú veist, það eru kannski 2 vikur síðan og lið í rauninni vita ekki að ég sé samningslaus eða þannig, ég allan að vita ekki. En já, hann er núna bara, smá óvissa. Hvernig þú veist, ertu að horfa á einhver sérstaklega liðið vel í Þýskalandi eða viltu fara aftur til Skandinavíu eða? Ég er eiginlega ekki með eitthvað drauma áfangastað. Ég er frekar opinn fyrir öllu, myndi ég segja. Þýskaland var náttúrulega geggjaður staður. Það vera í annarri deild í Þýskalandi og samt eru 50.000 manns að mæta á völlinn. Það er eitthvað sérstakt við það. En já, ég er bara frekar opinn fyrir öllu. Við gerum bara aðeins þetta tímabil upp. Þetta örgulega mikil vonbrigði, þú sjálfur mikið meiddur á tímabilinu. Þetta var erfitt. Já, þetta var mjög erfitt. Byrjaði tímabilið á bekknum, síðan var ég búinn að vinna mig inn í lið og átti 3-4 góða leiki í röð og náði að leggja upp 2 mörk og eitthvað svona og unnum nokkra leiki og síðan bara er ég frá, fæ ég meiðsli í fótinn og er frá bara í 3 mánuði eða eitthvað. Og já, síðan eru þjálfarabreytingar og stjórnarbreytingar og þetta var mjög svona kaotík tímabil eiginlega í heild sinni og síðan er ég mætt tilbaka og þá er ég svona að mæta inn á völlinn og næ ekki alveg rytmanum og já, ég er svona inn og dett út af meiðslum og kem tilbaka og þetta var svona smá hringekja en núna fæ ég bara góðan tíma til að hugsa sjálf mig og styrkja mig. Þú sjálfur, hvernig er staðan á þér líkamlega núna? Núna er ég bara góður. Núna vill ég bara, ég er alveg með nokkra hluti sem ég vill vinna í og já, bara svona, þú veist, ég er búinn að vera með nokkra hluti sem mér svona kannski illt í og eitthvað þannig að nú fæ ég bara góðan tíma að hugsa það. Düsseldorf var ekki voðalangt frá því að komast bara í umspil á síðasta, eða þar áður. Endur í 7. sæti, hvað geturðu lagt fingur á hvað gerðist á þessum tímabili? Það er bara mjög góð spurning. Þetta náttúrulega byrjaði ekki vel, tímabili byrjaði ekki það vel en síðan eiginlega koma þessi þjálfaraskipti út af lélegu gengi af því að það var búist við, markmið okkar var að fara upp, ekki niður. Og það voru þjálfaraskipti eftir einhverja 10 umferðir og síðan kemur ný þjálfari inn og eftir það þá kemur ný stjórnin og það var þessi tími sem að ég var meiddur þá bara unnum við ekki 10 leikjum í röð og bara ég held að við náðum 1 stigi í 10-11 leikjum og já, síðan byrjum við seinni hluta tímabilis vel en síðan kemur aftur einhver já, við missum taktinn og síðan kemur aftur ný þjálfarinn þannig að já, þetta var bara, ég veit ekki hvað gerðist en það lítur ekki vel út að við erum með 3 þjálfara á einu tímabili og 2 stjórnir þannig að þetta var bara, já, óheppni eða illa uppsett fyrir tímabili eða, já. Ef við farum okkur í landsliðið, þú varst í hópnum sem fór til Japans, hvernig var það? Það var bara geggjað að fá að upplifa þetta. Maður fer ekki til Asíu oft og á líklega ekki eftir að gera en það var bara geggjað að vera partur af þessu þarna og fá að upplifa þetta. Þetta skellur að fá ekki að spila þess en bara geggjað að upplifa þetta og vera með strákunum og það er alltaf gaman. Stefna væntanlega til lengra tíma litið að komast aftur í landsliðið? Klárlega. Ég
ég hef bara það mikla trú á mér að, þú veist, ég ætti að eiga heima í þessu liði og núna þarf ég bara að finna mér eitthvað gott skref sem að óvandi, já, nær með þangað inn. Þar áður þá bara nýturðu sumarsins hérna á Íslandi? Já, núna bara að vera með fjölskyldunni, maður er kannski 2-3 ári hérna, þannig að núna fær maður kannski aðeins lengri tíma til að njóta og vera með fjölskyldunni og vinum líka, þannig að það er bara geggjað.